Heill og sæll. Já, blessaður. Hvað segirðu þá, Magnús Már Jakobsson? Bolvíkingur með meiru, eða ekki? Jú, ég er alltaf að reyna að fá að vera Grindvíkingur, ég á bara ekki nógu marga ættliði. Nei, ég segi svona því þú ert fæddur uppalinn, en þú nú kannski bara dvalið lengri hlut æviðinnar í Grindavík, eða ekki bara, nánast? Jú, ég er búinn að gera það og Grindavík og bara óbáslega stóran sess í mínu hjarta, það er bara þannig. Bara, já, mikill Grindvíkingur og ég, þótt að ég sé fæddur þarna uppalinn, það er bara þannig. Ég hef reynt að leggja mitt af mörkum til þess að reyna að vera samþyktur í samfélaginu. Já, og er ekki bara, sko, mín tilfinning, Maggi, ég veit ekki, nú erum við bara að eiga þetta spjall og sem við setjum inn. Mín tilfinning er að það eru í raun allir Grindvíkingar í dag. Ég held að, veistu það... Rosalega samöður. Sko, já, hann er það. Hann er alveg rosalega mikill og svo, sko, við erum búin að standa okkur líka svo rosalega vel í þessum aðgerðum öllum og þetta er hreint út sagt bara stórkostlegt að finna hvað allt virkar og hvað, já, bara allir eru með okkur. Já, samhugur fólks er rosalega mikill, en svona, mér fannst pínu, ég veit ekki hvar sökin liggur, en það breytir það ekki máli, en það var dálítið súrt að fá þessa von í dag með að mega skjótast heim til sín, sækja hreina naríur eins og ég orðaða, þá var það aldrei í boði. Það var pínu mistök að ég svona setti í Facebook status að biðja fólk að reyna að vanda ég sá status einu og ég er alveg hjartalega sammála honum. En þetta eru bara mistök, það er enginn að leikast þar þessu og maður veit það alveg. Nei, alls ekki, það vilja allir okkur vel en ég skal alveg viðurkenna það að ég er ekkert, sko, fréttamenn svona yfir höfuð. Þeir eru dálítið að leita að því sem að miður fer og svona að búa til vesen. En ég er búinn að velja mér, sko, fjölmiðla sem að ég fylgist með og þar er bara allt í gúti, sko. Já, sko, þitt starf, þú ert nýlega tekin við sem hvað, öryggis og mannstjóri hjá Þorbirni, já. Þannig að þú ert með eitt heljarna verkefni í höndunum með ekki. Það er bara dálítið þannig. Jú, það er búið að vera dálítið mikið að gera og sko, við erum búin að vera undirbúa okkur undir bara, skulum segja, bara nokkrar sviðsmyndir í bara allan tíman í þessar 3 vikur. Og við vorum búin að fara vel yfir með öllu okkar fólki og við líka lögðum mikla áherslu á erlendu starfsmennin okkar og sérstaklega þá sem er í verbúðinu og hafa ekki bakland. Við sko, svo Gunnar Tómasson orðaði mig, Maggi, nú er bara þitt hlutverk. Nú, þú sérð alveg mannauðinn og þú ert ekkert að velta þér mikið upp úr öðru. Númer 1, 2 og 3 er fólkið, svo skoðum við hitt bara seinna, sko. En nú erum við búin að koma öllum í öruggt skjól. Já, þannig að þessi vinna sem að þið fóruð í, en það er væntanlega frábært að geta nánast bara gripið í herri, ok, við erum bara að gera þetta svona. Þú þurftir ekki að fara að finna upp hjólið. Já. Nei, sko, við erum búin að fara yfir þetta með fólkinu. Ef þetta gerist, þá gerum við þetta svona. Ef hitt gerist, þá gerum við það hins einn. Og ég hef haft mikið til hliðsjónar, sko, Grindavíkurbær, björgunarsveitirnar og bara allt fólki þar er búið að gera alveg rosalega mikla fyrirvinnu sem hefur hjálpað okkur rosalega mikið. Eins og til dæmis, ég fer 8-leytið á föstudaginn að rýma verbúðina. Og þegar ég kem þangað, þá segi ég við fólkið, ok, hvernig gerum við þetta? Við erum með þetta, og þá kom ég þarna og sagði, Magnús,
við erum búin að ræða í bíla, þessir fara þangað, þessir fara þangað, þessir fara þangað. Þá var búið að undirbúa allt og þeir voru öll tilbúin. En þeir voru alltaf skelkuð, enda voru þetta rosalega læti, maður. Já, þú náður að upplifa þetta alveg á eigin skinni. Þú ert bara stættur í Grindavík þegar þetta... Já. Þetta var... Upplifa einhverjar andökunætur en þetta var bara vist á öðru... Já, þetta var bara allt öðru leveli, sko. Já. Og ég sko, í mér fannst nú bara tímabili svo húsið mitt var komin bara út á sjó. Þú veist, ég bara skildi ekkert þessar hreyfingar á húsinu, sko. Þetta var orðið svo mikið. Sem nú væntanlega rosalegt hrós á smiðin okkar byggingameistarana, hvað þessi hús okkar eru ótrúlega sterk byggð, virðist vera. Það virðist vera og þetta ég veit ekki, en þú veist, mér finnst bara svo mikið til Grindvíkinga að koma. Ég get eiginlega ekki fundið neitt neikvætt að tala þegar að hugsa til Grindavíkur þessa dagana. Nei, bara hvað við stöndum þétt saman en líka vera með allt Ísland einhvern veginn bara bak við okkur, sko. Já, það, sko, ástæðan fyrir því að ég flytti Grindavíkur á sínum tíma vegna þess að þá ég að flýja náttúruhamfarir fyrir vestan. Já, ok, það bara þannig. Já, það var Súðavíkur snjóflóðið. Já, snjóflóðin og þetta, já. Já, ég var búinn að vera á smá skralli, þælast á verbúðum og svo var ég búinn að ákveða að við ætlum að fara að kaupa bát saman, ég og pabbi, og ég ætlaði bara að fara aftur bara heim í heimhagana og halda áfram að vera útgerðarmaður sem ég var frá 20-25 ára. Já. Og svo bara einhvern veginn þegar þetta kom, ég horfði upp í fjöllin og ég sagði, þið er búin að veita mér skjól alla ævi. Já, en nú bara... Núna finnst mér þið vera bara hryllileg og ég er bara farin. Ég var nýbyrjað með Salbjörgu og ástókin, náttúrulega fyrir haus. Og ég sagði, ég bara flytti inn á hana og gerði það og hef ekkert snúið tilbaka með það og Grindavík hefur farið alveg úkjöfslega vel með mig alla tíð og allt fólk þar. Og sér þessi samhugur sem þarna, bara það sem ég hef gert, ég hef búin að vera þegar ég var með sunddeildina, þá var ég með nokkur svona maraþonsund, kenna krökkum samkennd og svona. Og það var svo mikil þáttaka og það eitthvað annað þar. Við erum náttúrulega rosalega öfgafólk Grindvíkingar, við getum rifist eins og hundur og köttur, svo meiðir sig ykkur stað rétt hjá okkur. Og þá erum við öll komin þangað, skilur við. Já, þetta ótrúlega. Þetta er Grindavík eitthvað annað. Já. Það bara þannig. Það bara þannig. En svona spes staði á þér það, þú ert raun búin að flýja heimilið þitt einu sinni, þú flúðir basically bara þessi snjóflóð. Og nú ert að flýja í annarskipti. Já, ég held ég sé ekki að flýja. Ég trúi því. Allavega tímabundið ertu Já, ég er að flýja, ég er að því í tímabundið. En ég trúi því, sko, ég trúi því svo innilega að við eigum eftir að fara aftur heim og byggja allt upp og allt eftir að verða. Það engin spurning. Ég held að það engin vafi. Nei. Vonandi bara, þú veist, ég vona innst inni að fari bara gjósa. Ég ætla nú bara að lega mér að segja það og það held ég alveg nánast það eru yfirgnæfandi líkur á það mun fara að gjósa en vonandi bara hjá þessu sílfelli þarna hvað þetta heitir það langt í burtu og vonandi bara og þá gefst tími til að reyna þá að reisa varnargarða og allt þetta og bara vona það besta, þú veist, það eina sem við getum gert, það bara æðruleysis bænin. Já, ég trúi því bara. Ég er nú búin að fara svolítið oft með æðruleysisbænina yfir æfina. Ég er búin að upplifa eitt og annað í lífinu, en ég held að máttur okkar Grindvíkinga sé sterkari heldur en þetta. Já. En segðu mig kannski, ég er forvitin að vita, með alla útlendingar, nú náttúrulega mjög margir væntanlega meiri hluti, starfsmann í húsunum allavega hjá okkur, hjá Þorbirni sem eru útlendingar, þannig hefur þetta bara þróast undanfarin ár. Og þau búa mörg hver á verbúðinni. Hvert gáttu þau leitað?
Þau voru búin að hafa samband við fólkið sitt, sumir áttu ættingja sem þeir fóru til. Já. Og svo voru aðrir sem fóru í fjöldahjálparstöðvar. Já. Bæði í Keflavík og Selfossi. Ég veit ekki til þess að neinn hafi farið í Kópavoginn. Nei. En ég fór á Selfoss í gær. Já. Í hjálparstöðina þar og hitti fólki svona að reyna að segja ég sé að reyna að finna húsnæði fyrir þau og erum heldur bara búin að finna fyrir alla. En ég verð að segja þessu starfsfólki á fjöldahjálparstöðinni, ég fann bara fyrir kærleikunum frá þessu fólki. Og Selfyssingar, fyrirtækin á Selfossi voru búin að koma með miða til að, nú getur þú komið og borða hjá mér eða þú getur gert þetta, það er allt gert til að auðvelda fólki lífið. Og það er þessi ofboðslega fallegi máttur sem við eigum, þetta er bara, þetta er alveg ótrúlegt. Og ég er einhvern veginn bara þannig orðin, ég er sannlega sonarnas pappa fyrir allan peningin, alltaf þegar ég fer að ræða þetta og bara þessi samhugur og þessi kærleikur, þá bara á ég dálítið bátt sjálfur, ég er nánast þar en að fella tárið þannig að, og ég skammast mér bara ekkert fyrir það, bara ekki neitt. Nei, veistu það, ég er alveg uppi það að ég er kallmaður og ég á ekki að finna til og allt þetta skilurðu. En kannski eins og þegar afi hittin var að kenna mér að vera ekki sjóveikur, þá átti ég bara að djöfla skilurðu og fela það, En ég er löngu hættur að fela það, ég er bara felli tár fyrir, já, og ég líka bara græti ef ég þarf að gráta, Já, og ég ætla nú bara að reyna að láta þig gráta núna, ég er nokkuð viss að allavega eigendur, Þorbjarnar og stjórnendur hljóta að vera mjög ánægðir með þín störf til þessu, þú ert greinilega bara búin að gera frábær hluti fyrir þitt starfsfólk og bara mikið hrós á þig. Já, en veistu það, ég svona eðlisvari ég svolítið montanni, en ég get ekki tekið þetta allt til mín, vegna þess að bæði eigendur, stjórnendur, starfsfólk, þetta er allt saman í þessu. Við erum öll saman Íslendingar, það er bara þannig. Já, mér finnst þessir gæjar, ég var einu sinni verkalýðsformaður og ég er búinn að vera, tók það starf dálítið alvarlega og hjólaði í marga. En það er eitthvað svona, þeir eru bara mjög góðir og þetta fyrirtæki er dálítið mikið á samkenndinni sem mér finnst eiginlega bara að vera heilt yfir, því ég fann þetta líka þegar ég var í Bláa og þeir eru nú búin að fá á sig skellin núna fyrir hvernig þeir hafa hagað sér, en ég bara er ekki sammála að þeir hafa verið að haga sér eitthvað illa, en þess að þeir voru í fullu samstarfi við þessi yfirvöld sem við erum að líða í dag. Nákvæmlega. Já, alveg. Og ég var þar í 17 ár og þegar snerist að öryggismálum þá fekk ég að gera það sem ég vildi og þurfti og það er sama hjá Þorbirni að öryggi sjómanna, landmanna og allra, það er bara númer 1. Já, kannski rétt í lokin, hvar eru þú og Salbjörg og börnin? Við erum búin að vera á Apavatni núna síðan á föstudaginn og svo var frændi minn að lána mér hús núna, ég seldi nú svolítið að tára mér í því þegar hann hringdi, þetta óbáslega góður drengur, að hann lánaði mér bara hús og bara allt sem því fylgir. Og ég verð bara þar þangað til ég fer aftur og heiðar nýju. Það er bara frábært að vita þessa samkennd og allt þetta. Já, og veistu það eru þó nokkuð margir búin að hringja og bjóða húsin sín. Maður hefur ekki undan ánast að þetta er alveg ótrúlega. Nei, ég hef aldrei upplifað, ég oft upplifað samstöðu en þetta er svona örvísi. Þetta er á nýju leveli. Bara, takk, elsku Íslendingar. Þið eru virkilega standi ykkur. Herðu Maggi, takk hérlega fyrir að gefa þér korter í þetta spjall. Bara takk aðeinslega. Sippið fyrir þig og ykkur öll bara takk fyrir að bara fylgjast með okkur. Góða kveður, flott takk.